Daniel, þetta, já, þið voru alveg inn í þessu framan leik en það endaði ekki nógu vel. Nei, það sjálfur sér við verðum mjög krefjandi leikur og Keflavík bara hörku gott. Þannig að þetta, svona eins og segir, svona fyrirfram bara getur verið mjög skemmtilega leikur. Sem var kannski á köflum eins og í fyrri hálfleik. En, þú veist, fyrri hálfleikur enda og þriggja þessar hverju opinni fyrir þá þegar við gerum algjör mistök og vörn sem við ætlum ekki að gera. Og svo byrjaði náttúrulega seinna hálfleikinn á einhverju sýningu hérna og koma skýrþægilegt fórskot. Jónas fer hann út af... Hvernig byrjuðum við þetta fram? Já, þú mátt segja Jónas, já, Jónas var alveg saman. Jónas? Jónas, já. Hann fer hann út af með tæknivillu eftir að fengja óíþróttameiðsli eða villu. Það virtist svona að hafa svolítið áhrif á leikinn hjá okkur? Já, klárlega sko. Ég meina, hann búið að vera að koma besti maður, búið að vera að rafa hérna fyrir utan þriggjasalínuna sko, með eitthvað 6-3 held ég. Bara erfitt að missa góða stóra manni sem út af og ekki var annar bandaríkjamaður til að bakka hann upp í því. Þannig að þetta var erfitt. Við mótum góðu leik Keflavíkur. En hvað að frétta í þeim málum? Hvenær fáið þið útlending? Hvaðan? Já, það bara spurning. Hann náttúrulega bara var hérna upp í stúku að fylgjast með og við bara þurfum að taka stöðuna á honum bara. Hvað verður? Takk fyrir þetta og gangi ykkur vel. Takk.